Hæ Ólafur, hvernig hefur gengið hér á Suðurnesjum? Það hefur gengið mjög vel. Við byrjuðum reyndar þessa vegferð landið í Grindavík á afmælisdaginn minn, 14. maí, svo að þetta búin að vera mikil vegferð í nánast öllum landshlutum. Ég á vísu eftir að fara vestur á firði. En það hefur verið gaman að fara hérna Suðurnesin og sjá að þrátt fyrir mótbyr og erfiðleika að þá hefur margt breyst og á réttri braut. Og eins og ég sagði við þig í léttum dól hérna áðan, ég hef nú ekki fyrir komið upp í þessa glæsilegu byggingu og kannski merkilegt að maður þurfa að fara í Fossarhamboð til þess að fá að sjá hana, en hún er auðvitað eitt af þessum kennileitum nýja tíma eins og íþróttamannvirkin sem við sjáum hérna í nágrenninu. Þú búin að vera að heimsækja vinnustaði. Hvaða tilfinningu hefur þú svona ferið í hvernig Suðurnesjamönnum líður þessa dagana? Það hefur verið talsvert talað erfiðleika hérna á svæðinu og svona. Hvaða tilfinningu hefur þú fyrir því? Ég held að sé, þrátt fyrir allt, þá sé meiri þróttur og meira gerast hér á Suðurnesjum heldur en almennt haldið fram. Og kannski hluti af vandamálinu að Suðurnesjamenn þurfa að vera duglegri við að koma á framfæri öllu því góða sem hér verið að gera. Og til dæmis þau stakkaskipti sem hafa orðið hér á gamla flugvallarsvæðinu, og þá ég að tala flugvallarsvæðið í stórri merkingu, og þessi bygging hér nú á lóð sem tengdist því, þetta sláandi sönnun þess hvað fólki í landinu og fólki á Suðurnesjum getur gert. Búið til úr auðu svæði, öfluga nýsköpun, menntabrautir, iðandi mannlíf, listamiðstöðvar og annað sem endurspeglar nýja tíma. Auðvitað eru erfiðleikar og fólk býr við atvinnuleysi og ýmis stór og mikilvæg tækifæri, hugsanlegir burðarásar í atvinnulífi framtíðarinnar ennþá á teikniborðinu. En það breytir því ekki að út allt hér á Suðurnesjum eins og reyndar í öllum landshlutum eru einstaklingar og hópar og fjölskyldur að standa sig ótrúlega vel í að gera nýja hluti á glæsilegan hátt og þess vegna finnst mér svona eins konar auka afurð af þessum leiðangri sem tengist forsetakosningunum fyrir mig. Það að fá innsýn í allt þetta gefandi starf og árangursríka starf sem verið að vinna í öllum landshlutum. Hvað það svona helsta sem að fólk hérna hefur verið að spyrja þig út í? Fólk hefur nú eðlilega rætt mikið forsetaembættið, stjórnskipunina, þá lýðræðisvitund sem Icesave-málið og ákvörðun mín málskotsréttinn kveikti í hugum þjóðarinnar. Og eins og þessir góðu menn hér á slökkvistöðinni sögðu við mig í morgun að það mál sýndi þeim hvað fólki í landinu getur haft mikið vald í sinni hendi og hvernig íslensk stjórnskipun og stjórnarskráin byggir á því að hið æðsta vald í höndum fólksins. Og það hafi aukið sjálfstraust og skapað aðhald að ég veitti þjóðinni þennan rétt og hún sér þess vegna sitt eigið samfélag og lýðræðiskraft sinn í nýju ljósi.